Ja, Davíð, hvernig hefur þið gengið hérna í kosningabaráttunni á Suðurnesjum? Ég búinn að eiga mjög góðan dag, það sem af afskaplega góðan. Við vorum hér upp í þessum stóra og mikla vinnustað sem flugstöðin margbreytilegur vinnustaður og fórum þar upp allar hæðir og hittum fólk og það var afskaplega vel og kurteislega tekið á móti og huggulega og glaðlega og þannig að það svona kætir mann. Svo vorum við á sjúkrahúsinu og fórum þar inn á þá staði þar sem að mann leyfilegt að vera. Það var nú mjög myndalegt og skemmtilegt að hitta fólk þar á þeim bænum. Þannig að svo komum við hérna við aðeins í Landsbankanum og leiðinni upp til ykkar og þar var líka gott ljóð í fólki. Ég ekkert að fullyrða neitt um stuðning og þess áttar en viðmótið var blítt og gleðiríkt. Það aðeins betra hljóð í okkur Suðurnesjamönnum þessa mundir. Það svona, efnahagslífið hefur tekið nokkuð mikinn kipp að undanförnu. Hefurðu fundið fyrir því? Já, ég held að það blasir nú bara við að það bara fáein misseri, allmörg aðeins örfá ár síðan að hljóðið var hér dálítið dökkt. Og ég vil aðeins dekkara heldur en á sumum öðrum landsvæðum. En mér finnst að það hefði alveg snúist við og það sé miklu meiri bjartsýni og vorhugur í fólki núna heldur en var áður. Og það finnst mér vænt að skynja því að hér eru fjölmörg tækifæri og menn eru að grípa þau. Og reyndar hefur nú fólk hér á þessu svæði sýnt það forðum tíð og iðulega að það duglegt að bjarga sér, nýta færin og fljót til að nýta færin. Það sýnist mér akkúrat vera að gerast núna, það allt annar hugur í fólki. Sérðu svona í fljótu bragði hvað hefur gerst ef maður horfir til þess að varnarliðið hvarf hérna með Manni og Mús 2006 og þú varst nú í nokkru mikilli framlínu í kringum þann tíma og síðan kemur bankahrunið aðeins hart niður á okkur því að það hefði verið mikil umsvif hérna á svæðinu, svona í góðærinu. Svona þegar þú horfir hans tilbaka sér síðustu ár, hvernig finnst þið Suðurnesjamenn hafa tekið á þessu? Nei, auðvitað var það þannig að þó að brottför varnarliðsins væri í nokkrum áföngum og menn vissu í hvað stemdi vegna breyttra áherslna hjá Bandaríkjunum með veru liðs. Áherslurnar voru farnar að færast austur á bóginn, suðaustur á bóginn, menn vissu það. En enga síður einmitt eins og þú varst að segja, af því að hér var spenna, að þá fundu menn ekki svo fljótt fyrir þessu höggi sem hvar varnarliðsins var. Því að fyrstu 1-2 árun eftir enn mikil spenna í loftinu. En svo það eiginlega þannig að þegar að bankaáfallið brestur á, að þá verður áfallið hérna eiginlega tvöfalt í einu. Að þá eru áhrifin af brottför varnarliðsins að koma fram og í sama leyti áfallið vegna bankaáfallsins að bresta á líka. Þannig menn fengu eiginlega svona tvö högg í höfuðið að svo má segja. Þannig það var ekkert að undra þótt að mönnum væri dálítið brugðið þegar þetta gerðist. En eins og ég segi, núna finnum við fyrir því að auðvitað það þannig að ferðamannastraumurinn eftir áfallið, þegar krónan lagaði sig að aðstæðum og þá opnaðist fyrir útflutningsgreinar og ferðamannastraum. Þau eru með þetta mikla hlið Íslands að umheiminum hérna og það hefur auðvitað stækkað og eflst flugfélögum fjölgar sem hingað koma og þess áttar og starfsemi á gamla vallarsvæðinu sem að fóð dálítið hægt af stað, það að grípa sig aftur og við erum með frægasta ferðamannastað í heimi hér í nágrenninu, umtalaðan stað alla veröld, náttúrulegan stað að mörgu leyti og allt þetta hjálpar stað og svo auðvitað sjávarútvegurinn sem hluti af umgjörðinni. Og mér sýnist að það sé allt annar bragur á þessu öllu saman núna en var og það Guðs þakkar vert. Mér langar svo aðeins þér finnst það kannski vera pínu pólitísk spurning en mér langar aðeins að grípa þig varðandi þegar varnarliðið fór. Forsetar hafa náttúrulega þeir horfa á þetta og þú sem frambjóðandi gætir haft skoðun á því.
fyrir Suðurnesjamenn að reyna að horfa á það hvað gerist með allt svæðið á Ásbrú þegar það er verið að selja allar eignirnar og annað og þetta er ríkisfyrirtæki sem að ræða þarna ríkjum. Hvað finnst þér sanngjarnt að myndi gerast þarna svona? Finnst þér að þetta félag ætti að skilja svolítið eftir hér á Suðurnesjum eða finnst þér að þessar peningar allir sem að koma af hagnaði við sölu á eignunum ætti að fara í ríkissjóð? Já, mér finnst þetta að það gefi auga leið að það svæði hér sem þjónustaði starfsemi sem var ángi af utanríkismálastefnu Íslands. Það var ekki ákvörðun byggðarlaganna hvorki að her kæmi eða her færi. Það var hluti af utanríkismálastefnu Íslands annars vegar og í lokinu utanríkismálastefnu Bandaríkjanna sem Ísland tengdist gegnum NATO og gegnum varnarsamningi við Bandaríkin. Og þess vegna finnst mér ekki óeðlilegt að menn horfi til þess að þeir aðilar sem hafa byggt tilveru sína að hluta til á þessari stefnu Íslands þeir eru að njóta þess í aðlöguninni, annað væri ósanngjarnt finnst mér. En í einstökum smærri atriðum get ég ekki þetta fjalla því ég hef nú verið frá því verki núna áraraðir og utan stjórnmálana. En svona að forsetakosningunum finnst þið vera mikill munur á að vera að kynna því hérna núna fyrir þessar kosningar svona í samanburði við þegar þú varst í pólitíkinni? Já, þetta er gjör ólíkt vegna þess að hér er á ferðinni persónukjör í rauninni. Maður er ekki með flokk til hliðar eða aðstoð flokks, engin frambjóðandi á kröfu til þess eða vill hafa þá kröfu. Þú ert eiginlega, svo má segja, einn á ferð því að þú ert að kynna þína persónu og þú ert að gefa kost á þér. Þú ert ekki að berjast eins og flokkar gera, berjast til valda. Þú ert að segja ég er tilbúin til að taka mér þetta starf ef mönnum finnst það henta, ef að menn telja að það sé betra að hafa mann sem þekkir til og hefur reynslu, ef það reynslan skiptir máli, sem ég held að hún gerir mjög mikið í þessu embætti, að þá gefur maður kost á sér. Nú ef að menn velja einhvern annan, þá ber manni að taka því vel, því að það á enginn eina kröfu. Og ég segi nú, þess vegna er mitt svona motto í þessari kosningabaráttu og hvernig sem þetta fer, þá fer allt vel. Maður á að vera glaðbeittur í kosningabaráttunni og maður á að vera glaðbeittur eftir kosningabaráttuna á kvöldi kjördags hvað sem að kjósendur hafa valið. Þá ber mann að taka það vel vegna þess að maður á að vera þakkláttur fyrir það að vera hluti af landi sem að leysi slík mál eins og þetta að velja þennan tiltekna forystumann með lýðræðislegum hætti með aðkomu allra þjóðarinnar. Það er bara gleðilegt að fá að taka þátt í því og allir er að vera þakkláttir, þeir sem eru valdir eða sá sem eru valinn og þeir sem ekki eru valdir. Finnst þér, hvernig lítur á baráttuna svona út frá því að það eru nýjar tölur nánast á hverjum degi í skoðanakönnunum og þú hefur verið svona nokkuð fastur á einhverju reki. Finnst þér það hafa áhrif á þig í baráttunni? Það hefur ekki áhrif á mig en kannski getur það haft áhrif á einhverja kjósendur. Ég vona nú menn áttu að sjá því að þessar kannanir eru nú þannig að þær kannski segja ekki alla söguna. Það er mjög margir sem ekki taka afstöðu, mjög margir sem ekki náð í og þessar kannanir hafa nú sýnt það undanfæri til að mynda í Bretlandi og í Bandaríkjunum og þær hafa verið óvissar, tæknin er að breytast mikið. Langlínu símarnir er ekki lengur til staðar, þannig að það er reynt að blanda saman tölvusvörum og símasvörum og menn eru svona að fikra sig áfram og ég held að þess vegna miklu óljósari heldur en áður. Ég finn fyrir miklum stuðningi og velvild en ég er líka raunsær þannig að ég er með það mikla reynslu að það ruglar mig ekkert í ríminu þannig ég er raunsær, ég gerir mér vonir en ég gerir mér hins vegar ljóst að það er mjög á brattan að sækja og það er ekkert að því og þá sækir maður á brattan í þeirri von og því trausti að loka stundinni þá muni vonirnar rætast því eins og Megas sagði, það er alltaf von.